Sigurbjörg heiti ég, Daníelsdóttir og ég er ráðgjafi hjá Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar. Og hvað gerir Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar? Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar gerir allt mögulegt. Við erum svona fræðslu- og upplýsingamiðstöð fyrir hreyfihamlaða og alla hreyfihamlaða, ekki bara sjálfsbjargarfélaga. Og við söfnum og miðlum upplýsingum, við erum með heimasíðu þar sem við reynum að koma öllum upplýsingunum til skila. Og okkar aðalmarkhópur er hreyfihamlaðir 18 ára eldri. Það eru bara, okkar hópur er mjög breiður, það eru bara allir hreyfihamlaðir. Hvort sem eru í hjólastól, nota göngugrindir eða eru skammtíma hreyfihamlaðir í skamman tíma eða bara alfarið. Eins og fyrir fagfólk og fyrirtæki og stofnanir sem eru að fara að breyta einhverju hjá sig, þeir hafa oft samband við okkur. Vantar upplýsingar hvernig ná að breyta húsnæði til dæmis og þá getum við vísað áfram hvar þær upplýsingar eru að finna. Og við höldum námskeið og þá kannski námskeið sem eru svona sérsniðin fyrir hreyfihamlaða. Við erum til dæmis að fara að halda núna námskeið í samvinnu við SEM-samtökin í hjólastólafærni. Það er alltaf hægt að bæta til þar. Það er búið að tala þetta lengi og víða og ekki bara endilega fyrir hreyfihamlaða, heldur fyrir aðra hópa líka. Að fólk geti komið á einn stað og fengi bara alla upplýsingar sem þarf. Ekki að þurfa að fara á marga staði til að vera að vísa bara til og frá eins og gengur. Já. En af hverju hafið þið samband við mig og enduðu með því að fara í bootcampið í Máminu sem nú kannski oftar svona, fólk hugsar oft meira bara hardcore fyrirtæki og svona. Hvað var það sem kveikti það? Við vorum búin að fylgjast bara svolítið með fyrirtækinu þínu, bara lesa póstinn frá þér og svona sjá hvað þú hefur verið að gera. Og okkur fannst það ótrúlega spennandi og svona einhver ferskur blær yfir því. Og við þurftum bara eitthvað nýtt, einhverja nýja strauma eða til að nálgast okkar markhóp. Hvað svona hafið þið verið að gera til að koma ykkur á framfæri áður? Hvernig hafið þið nálgast? Við vorum búin að stofna póstlista. Og til dæmis þá höfum við bara, eftir að við fórum á námskeið, þá sjáum við það að við höfum ekki verið að nota hann eins og skyldi. Þannig að það er bara gullkistan þessi póstlisti. Þannig að við sjáum það bara núna að við getum notað hann miklu betur. Við vorum ekki kannski komið með svo marga í upphafi á póstlistan, en við vorum að reyna að ná til fólks með því að hafa kynningar hjá hagsmunafélögum hreyfihamlaða. Og við heldum hjálpartækjasýningu fyrra sumar 2013 og þar fengum við nokkur fyrirtæki til að sýna hjálpartæki og vorum í samstarfi einnig við Hjálpartækjamiðstöð Íslands eða Sjúkratryggingar Íslands og það var svona, og við vorum líka með bástarf þar sem við kynntum okkar starf. Og svo hefur bara líka farið rosa mikill tími í að safna þessum upplýsingum og byggja upp vefinn. Þannig við fórum aldrei inn eina svona herferð bara við erum Þekkingarmiðstöð og við erum komin og búin að opna og allt það, en svo kannski það stóð alltaf til. En maður verður kannski að vinna heimavinnuna aðeins fyrst og vera vel undirbúin áður en að maður fer í slíkt. Þannig en svo fannst okkur þetta ganga frekar hægt eitthvað hjá okkur, þannig að við ákváðum að slá til og fara á bootcamp námskeiði hjá Mám. Það sem að okkur leist rosa vel á, þetta var í stuttan tíma, þetta var svona, já, þetta var bara mikil vinna í stuttan tíma sem skilar árangri. Það er gott að heyra. En nú hefði maður haldið til dæmis, af því að það sem maður leggur alltaf áherslu á að það er þessi grunnur, það er markhópagreiningin, samkeppnisgreiningin, brandið og þetta. Nú hefði maður haldið í svona starfsemi eins og ykkar að markhóparnir séu nú nokkuð vel á hreinu. Ég meina, fannst ykkur þið fá eitthvað út úr því að fara betur í þá? Já, maður getur alltaf bætt
bætt við þekkingu sína þar. Við bættum allavega bættist við einn markhópur í hópinn og svo líka bara að fara betur í gegnum hvern og einn markhóp, hvað einkennir hann. Við höfum svolítið eftir að fara aftur í gegnum það og vinna betur í þeim og komast svona kannski niður á svona, hvað maður segja, svona fasta skilgreiningu, hvað skilgreinir hvaða markhóp hjá okkur. Þannig að teljið þið að þið komið til með að vera betur í stakk búin að nálgast þessa aðila og kynna fyrir þeim þar sem að þið hafið upp á að bjóða? Algjörlega. En nú eru þið ekki beint á samkeppnismarkaði, ég meina það er ekki, þið eru ekki í business eins og kannski flestir sem koma til mín. En ég man eftir því að þú einmitt sagði mig þegar að koma að því að þá kom svona, já, nú erum við ekki með samkeppnisaðila og ég svona hvatti ykkur til að skoða svona aðra sem væru kannski að þjónusta þennan hóp og sambærilega aðila. Fenguð þið eitthvað út úr þeirri vinnu? Já, maður getur alltaf lært af öðrum og svo líka bara, maður fer að skoða hvað aðrir að gera, maður fær náttúrulega líka þá bara hugmyndir, hvað maður getur gert í sínu eigin starfi, þannig að það var bara mjög dýrmætt. Takk fyrir það, benda okkur á það. Já, ekki málið. Þetta er reyndar svona svolítið reynsla, fólk segir við mig, já, ég er nú alveg með markhópana á hreinu, en það er bara alveg ótrúlega mikið sem maður lærir á því að skoða, og meira að skoða aðila sem eru í svolítið mikið öðruvísi hlutum en maður sjálfur, þannig að. Já. En að því að nú er það eitthvað sem ég er alltaf að hamra á, þið voru búin að fylgjast með mér í töluverðan tíma, brand og branding og svoleiðis hlutir, er það eitthvað sem að þið sem svona líka aftur ekki fyrirtæki, heldur meira svona opinber þjónusta, er það eitthvað sem að skiptir máli hjá ykkur og þið fáið eitthvað út úr? Já, við starfsfólki við fórum öll saman í þessa brandingvinnu og það var rosalega skemmtilegt. Og það líka bara einhvern veginn, það skerpir á öllum markmiðum og bara það verða einhvern veginn allir samtaka í og sjá bara fyrir sér hvernig þetta á að vera og hvernig við ætlum að hafa þetta og hvernig við teljum best að hafa hlutina. Þannig að það var mjög dýrmætt. Og við þurftum þá að endurskoða, komu upp hlutir sem við þurftum að endurskoða, þannig að það var alveg algjörlega nauðsynlegt. En nú er það einmitt mjög oft þegar fólk kemur til mín, þá er það strax að spá í hvað á það að gera, á það að vera á Facebook, á það að auglýsa hér, á það að gera þetta, á það að gera hitt. Finnst þér skipt eftir að hafa farið í gegnum ferlið? Finnst þið skipta máli að vera með markhópana og samkeppnina og brandið og þetta? Hafði það áhrif síðan á ákvarðanir það hvað þið ætlið að gera? Markaðsaðgerðirnar og svona sem að þið völduð? Vissulega gerði það. Og að þú talar þessa samfélagsmiðlana. Já. Það var nefnilega rosa fínt að fá það svona í einum pakka á þessu námskeið. Við erum búin að vera að velta fyrir okkur markhópunum okkar og hvort við ættum að kannski að vera á Instagram eða ekki, við erum ekki þar. Og þannig það var rosalega gott að geta farið í gegnum þessa samfélagsmiðla með markhópana til hliðsjónar og fundið út bara, nei þetta er ekki að gera sig að vera kannski á Twitter eða við ættum kannski að hætta því og vera bara frekar á Facebook eins og við erum. Þannig að ég myndi segja það var rosa mikið hjálp í því. En svona, voru einhverjar markaðsaðgerðir aðrar sem að þið eruð að taka inn eða möguleikar aðrir sem þið sáðu sem þið ætlaði að nýta ykkur í framtíðinni sem þið hefðu ekki spáð í? Já, við vorum til dæmis með fréttabréf okkar. Við gefum út fréttabréf og það er alveg á hreinu að það verður breyting á því. Við ætlum að fara að gera það oftar og við ætlum að breyta því. Við erum jafnvel að spá í hvort við ættum að vera með eitthvað blogg eða eitthvað svona, eða gestapenna í fréttablaði. Svo við vorum farin svona kannski aðeins að hugleiða áður en
tók þátt í námskeiðinu hvort við ætlum að fara meira á vefinn. Og það náttúrulega var alveg frábært að sjá bara til dæmis hvernig námskeiðið fer fram á vefnum, hvað hægt að gera. Og við erum að fara að setja til dæmis inn fyrirlestra jafningjafræðslu og sjáum jafnvel í framtíðinni að við getum haft námskeið í gegnum vefinn. Já. Bara eins og þú ert að gera. Já, einmitt. Þannig að telurðu að þið hafið út úr þessu náð að gera svona nokkuð gott plan fyrir markaðsaðgerðina? Finnst ykkur þið vita nákvæmlega hvað þið ætlið að fara að gera? Já, og líka bara þú veist hvernig maður heldur utan það skipulag. Mér finnst náttúrulega Excel æðislegt. Þannig að fá svona hugmyndur hvernig maður setur þetta í Excel og getur þá bara fylgt þessu bara ár eftir ár og það bara sett niður hverju mánuði hvað sko. Og svo bara bætir maður við þar inn það sem á við hverju sinni. Það líka ótrúlega dýrmætt. Þá þetta bara allt á einum stað og ekkert mála að kíkja yfir það og sjá bara hvað á döfinni á næstunni. Já. Ekki að vera með þetta einhvers staðar í einhverjum búkum eða eitthvað. Já, eða bara í kollinum og svo gleymast þetta. Já, út og suður sko. Já, nákvæmlega. Þannig að svona í heildina, hvernig, eftir að hafa farið í gegnum prógramið, hvernig sérðu framtíðina í kynningarstarfinu ykkar? Sér hana bjarta og hvað verður? Hvað sjáum við frá ykkur? Við erum bara mjög bjartsýn á að markaðsstarfið gangi bara glimrandi héðan í frá og að verði bara þannig að þegar eitthvað bjátar á þá bara hringir fólk í þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar til að vita hvað það getur fundið lausnir. Þannig að við erum bara rétt að feta okkur af stað sko. Þannig að það verður bara easy peasy með Excel-skjalið. Hvað finnst þið vera svona það mikilvægasta eða dýrmætasta sem þú fékkst út úr því að vinna þetta svona í gegnum prógramið? Það bara, ég var alveg rosalega hrifin að þessu með samfélagsmiðlana. Það líka bara að því maður bara hefur ekki gefið sér tíma í að fara að skoða hvern miðil fyrir sig. Auðvitað, maður getur kannski alveg gert þetta sjálfur, en það tækir mann bara miklu lengri tíma að komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki sniðugt fyrir mann eða maður ætti að nota þetta eða eitthvað. Já. Þannig það alveg styttir leiðina þvílíkt. Og líka bara svona hvernig maður að læra triksin til dæmis, hvernig maður getur nálgast fleiri hópa í gegnum Facebook sem náttúrulega alltaf vinsælleri. Já. Og náttúrulega á íslensku markaði alveg ráðandi sko. Já, þannig það bara svona, og bara hvað hægt að gera í sambandi eins og, þú veist, að nota postlistan meira og betur. Það svona, við ætlum að einbeita okkur að því að fara að senda meira þar í gegn. Bara svona litlar upplýsingar kannski vissir þú að, þú getur sótt bímerki þarna og hvað þarf til. Það kannski til dæmis hlutir sem mikið hringt og spurt Já. Eða fá mörg erindi það. Já. Þannig, og bara svona líka hvernig við getum bætt heimasíðuna. Bara við náttúrulega erum upplýsingasíða og það rosalega erfitt að halda utan um það bætist alltaf við og hún stækkar og það verður oft langt í einhverjar upplýsingar sem eru kannski vinsælar. Þannig við þurfum alltaf að vera á tánum að skoða hvað verið að spyrja meira og reyna að hafa það svona einhvers staðar framar. Þannig að þetta bara alveg, tímalaust hjálpar til við þá vinnu. Já, flott að heyra. Eitthvað sem hefur eitthvað ráðleggingar svona til þeirra sem eitthvað að spökulera í því hvort að þeir ætti að fara út í þessa vinnu? Skella sig kannski bootcamp eða eitthvað til að taka markaðsmálin í gegn? Hvað myndirðu ráðleggja þeim? Já, ég myndi ráðleggja fólki að gera það. Og það voru bara flestir sem voru með mér í hóp, þeir eru svona einyrkjar og það ekki spurning ef einhver að fara að stofna fyrirtæki eða vinna sjálfur eitthvað að taka svona námskeið því það sko hverra krónu virði. Og tíminn sem að sparast við að komast sko, hvernig maður segja, það sparar alveg ótrúlegan tíma að taka svona námskeið og leggja vinnu í það, staðinn fyrir að vera kannski bara
ég veit ekki, 2 ára að reyna að komast á saman staði eða eitthvað, til dæmis. Já. Hérna, já, við erum náttúrulega komið svo til með að vera í sambandi áfram, þannig að Facebook-hópurinn er bara þangað til að ég annarkvort vera eftirlaun eða rekku upp af. Það er rosa gott að geta þar inn, sko, fyrirspurnum. Já, hvernig, svona að því þú minnist á, hvernig fannst þér það að geta nýtt Facebook-hópin svona? Því þetta var eitthvað sem ég í rauninni var að prófa bara fyrst núna með hópin í vor. Hvernig fannst þér það reynast? Það er bara alveg frábært, því að þú veist, það er maður bara að tala saman og hvort að einhver hafi prófað þetta eða hitt og jú, þá var einhver sem var búin að því og kannski hafði prófað eitthvað annað, þannig að það bara reyndist rosalega vel. Já. Og það var bara alveg ótrúlega sniðugt og svo náttúrulega getur maður alltaf farið og flett þessu upp því að upplýsingarnar alltaf þarna. Það þarf ekki að muna þetta. Það er líka kostur. Já, nákvæmlega. Þetta er bara þarna, nákvæmlega. Já, mér persónulega fannst rosa gaman að sjá hvernig Facebook-hópurinn virkilega bara blómstraði, sko. Þetta var líflegt og er ennþá og ég sé bara fram á að þetta verði líflegra eftir því sem að maður keyrir oftar og bætist í hópinn og þannig að það er rosa skemmtilegt, sko. Og þið hittust líka, var það ekki eitthvað? Já, við hittumst einu sinni, við vorum 6 held ég. Já. 7, 6 sem við hittumst. Það var alveg rosalega gaman. En það var náttúrulega líka svolítið af aðilum utan að landi, sko, sem voru í prógraminu, sem náttúrulega eðlilega það gátt ekki hist. En mér fannst það frábært og einmitt svona kannski sýndi hvað, af því að ég keyrði þjálfunina í rauninni áður þannig að fólk fór alveg sjálfstætt í gegnum þetta. Og þetta kannski var svona áþreifanlegasta merkið hvað það skipti miklu máli að vera saman í að fara í gegnum svona. Já, maður er náttúrulega partur af heildina og þú verður náttúrulega bara að vinna heimavinnuna fyrir næsta tíma. Þú ert að fara að hitta alla. Já. Það er ótrúlega gott, sko. Það er nefnilega algjör snill, sko. Það var náttúrulega kannski mikil vinna þarna á tímabili í kringum framtíð, en bara það var alveg þess virði, sko. Gott að heyra það. Þú veist, bara maður hefur náttúrulega tendens til að draga hlutina þegar maður er ekki með einhverja dagsetningu. Já. Þannig þess vegna er þetta bara algjör snillt að pakka þessu svona inn á nokkra vikum, sko. Það er flott að heyra. Heyrðu, takk kærlega fyrir að spjalla við mig og bara það var rosalega gaman. Ég náttúrulega er í miklu sambandi við ykkur í gegnum hópinn og ég geri kannanir hjá ykkur og kem til með að gera aftur núna eftir að við tökum lokatíminn okkar í rauninni í næstu viku, svona eftirfylgnitíminn, en það er rosa gott að heyra svona beint í æð þína upplifun af prógraminu. Það líka gerir mér kleift að vita hvað virkar og hvað virkar ekki og geta þá tjúna hlutina til og bæta á, sko, þannig að mér er það bara frábært. Þannig að ég þakka þér bara kærlega fyrir. Takk sömuleiðis.